Þetta Katla. Katla að pröfa að nota spjallforrit til að tala við vini sína. Sumir vinir hennar á Zoom, sumir á Teams, en sumir á Facebook, Instagram, Snapchat eða TikTok. Katla nú ekki alveg viss hvernig öll þessi forrit virka, en með góðra vina hjálp tókst henni að setja þau upp og stilla mikrofónin sinn rétt og núna tilbúin að segja hæ við heiminn. En hvað nú? Getum við þá bara haga okkur eins og við myndum gera ef við værum með vinum og fjölskyldu í alvörunni, en ekki bara í gegnum tölvuskjá? Tja, já og nei. Við ráðum því til dæmis hvort við erum í mynd, þar segja hvort aðrir sjá okkur. Ef okkur líður vel og treystum þeim sem við erum að spjalla við, þá oft skemmtilegt að allir séu í mynd. Við skulum aldrei gera eða segja eitthvað sem við myndum ekki gera eða segja þegar við hittum fólk í alvörunni. Mikilvægt að vera alltaf sanngjarn og kurteis. Því miður haga sér ekki allir vel á netinu og flest höfum við heyrt ljótar sögur það. Ef einhver segir hluti sem særa eða meiða þig, láttu einhvern sem þú treystir vita af því strax. Ekki hika við að segja frá. Þetta má alls ekki gera. Og svo góð regla að segja alltaf nei ef einhver biður að senda myndir sem þú væri ekki til í að sýna öllum heiminum. Sama gildir þig. Ef einhver sendir þér myndir af sér, máttu alls ekki senda öðrum þær nema hafa fengið leyfi til þess. Þú mátt alltaf segja nei ef einhver biður þig að gera eitthvað sem þér finnst óþægilegt. Og þú skalt alltaf segja nei við því að senda myndir af þér ef það eiga að vera leyndarmál. Sama hversu vel þú þekkir þann sem biður. Það alltaf möguleiki á því að einhver sé að taka upp það sem þú segir og gerir þegar þú ert í mynd. Og ef einhver sendir öðrum það sem við sendum í trúnaði, ráðum við ekki lengur hver sér það. Það sem fer á netið getum við kannski aldrei tekið út af því aftur. Munum að vera alltaf kurteis og sanngjörn í samskiptum á netinu. Ef þú sérð eitthvað sem þér finnst óþægilegt eða eitthvað sem kemur upp á í samskiptum við aðra á netinu sem þér líður illa með og þið vantar hjálp, alltaf hægt að tala með einhvern sem þú treystir, leita til þroskahjálpar sem aðstoðar þig og gefur þér ráð og leiðbeiningar, hringja í 1717 hjálparsíma Rauða krossins, fara á 1717.is netspjall Rauða krossins, tilkynna efni á netinu og samfélagsmiðlum til ábendingarlínu barnaheilla, hringja í 112 í neyðartilfellum.